Komið öll blessuð og sæl. Það ánægjulegt að fá að vera hér með ykkur í kvöld og tala þetta efni, þverstæður lífsins. Og versið sem að ég fékk, sæluboðið sem ég fékk eru sælir eru syrgjendur, því þeir munu huggaðir verða. Og þverstæður lífsins yfirskriftin. Þverstæður það þegar eitthvað passar ekki saman. Eða jafnvel það gengur alveg hvert gegn öðru. Og mér finnst einmitt þessi orð Jesú, sælir eru syrgjendur, vera algjör þverstæða. Því að við þekkjum það öll að það passar nú einhvern veginn ekki alveg saman. Við erum ekkert voðalega sæl þegar við erum að syrgja. En þannig þá spurningin, hvað eiginlega á Jesús við? Og við þurfum að horfa að baki orða hans til þess að skilja, og það svo margt sem Jesús segir að það ekki eins og það virðist við fyrstu sýn. En þannig það að við höfum ákveðnar hugmyndir veröldina og samhengi hennar og það hvernig hlutirnir eiga að vera. Þær hugmyndir þurfa ekkert alltaf eða endilega að vera í samræmi við raunveruleika. En raunveruleikin hvort þið síbreytilegur en ekkert einhver staður eða staðlaður eða staðnaður veruleiki. Þannig að hugmyndirnar þær sveiflast til líka eins og veruleikin. En það þetta með þverstæðurnar sem okkur svo erfitt. Við viljum helst að orsök og afleiðing tengist rökrétt saman á skiljanlegan og helst fyrirsjáanlegan hátt. Þannig að við vitum hvað gerist ef við hegðum okkur á einhvern hátt. Ef ég dugleg og heiðarleg, þá fæ ég vinnu og góð laun. Ef ég elskuleg og umhyggjusöm, þá uppstýr ég ást og umhyggju frá ástvinum mínum og samferðafólki. Ef ég góð manneskja, þá vegnar mér vel í lífinu. Svoleiðis viljum við gjarnan að þetta sé. En hvað svo, ef ég nú heiðarleg og dugleg og elskuleg og umhyggjusöm og góð, en fæ samt ólæknandi sjúkdóm, lendi í slæmu slysi eða missi ástvin í blóma lífsins. En þegar við upplifum þverstæðu lífsins, hvernig bregðumst við þá við? Þegar við finnum það að raunveruleikin stangast á við þær hugmyndir sem við höfum. Við bregðumst við á mismunandi hátt. Og viðbrögðin ráðast meðal annars af því hvernig við höfum hingað til tekist á við eitthvað sem hefur verið okkur erfitt. Það þarf ekki að vera meiri háttar áföll, en það svona það sem kannski meira eða stærra en þetta hversdagslega. Og það ekki einu sinni að vera það. Heldur bara hvernig höfum við tekist á við hluti yfirleitt í lífi okkar. Og ef við horfum svo á það hvernig við tökumst á við þetta stóra, sorg eða áfall. Hvaðan kemur okkur kraftur til þess að takast á við slíkt? Það oft talað það að fólk þroskist við að takast á við erfiðleika og vinna úr áföllum. En þó þekkjum við það líka, það ekkert sjálfgefið. Erfiðleikar geta einnig gert fólk biturt, reitt og kvörtunarsamt. Það þannig að dagsdaglega þá tökum við ekkert sérstaklega eftir því að við sjálf og þau sem við umgöngumst erum á einhverju þroskagöngu. En það þannig að smátt og smátt í gegnum lífið þá byggist upp þrek, geta, vilji og þrautseigja til að takast á við erfiðleika og áfall. Eða við höfum öll möguleika til að byggja slíkt upp. Stundum þá berjumst við bara áfram þegar við mætum einhverju erfiðu og gerum þær kröfur á okkur sjálf að við eigum bara að geta tekist á við þetta. Alveg sama hvað það Við bara eigum að redda okkur, við eigum bara að vera sterk og við eigum ekki að láta þetta beygja okkur. En svo eru mörg okkar sem hafa lært það að það allt í lagi að þiggja aðstoð. Og jafnvel bara stuðning. Ástvina og samferðafólks.
Og sem betur fer eru líka mörg okkar sem vita að við getum snúið okkur til Guðs og einungis með hans hjálp þá tekst okkur að komast ósködduð og jafnvel sterkari í gegnum áföll og missi. Og við tölum þroska í þessu samhengi. Þroska sem að við náum. Við þekkjum þetta almenna viðhorf að það sé nú bara best að fela tilfinningar sínar. Sýna styrk, bíta á jaxlinn. Og við metum fólk oft þannig. Við tölum kannski að syrgjandi sé svo sterkur eða sterk af því að viðkomandi getur staðið hjá gröf ástvinar síns og tekið við samúða kveðjum og ekki bara sprungið. Okkur finnst einhver sýna styrk og vera sterkur sem að sýnir ekki mikið, lætur ekki tilfinningarnar í ljós á óheftan máta. Ef við byggjum við Miðjarðarhaf eða einhvers staðar á öðrum slíkum löndum, að þá væri það eðlilegt að við grétum hástöfum og með miklum látum þegar að við lendum í áföllum eða verðum fyrir áföllum og sorg. En Jesús, hann horfir á þetta á annan hátt. Hann telur að þroskinn felist í því að geta þegið leiðsögn og stuðning Guðs og manna. Og til að geta það, þá verðum við að horfast í augu við og viðurkenna tilfinningar okkar, líðan okkar, vanmátt okkar og mennsku. Við þurfum að viðurkenna sorgina til þess að geta þegið huggunina. Þess vegna segir hann, sælir eru syrgjendur því þeir munu huggaðir verða. Ef við horfum aðeins á sæluboðin og spáum í andlegum þroska mannsins, að þá leitaði ég svolítið í bækur prests sem ég hef lesið dálítið eftir. Hann heitir Thomas Keating, hann er prestur og hann er munkur og var lengi ábóti og hann hefur skrifað mjög mikið andlega vegferð manneskjunnar. Og hann fjallar mikið forna trúrækni og trúariðkun, en hann gerir það á þann hátt að nútíma maðurinn stelur það. Hann setur það fram á svona nútíma máli. Og hann setur hérna andlegu vegferð og þroska mannsins í samhengi við sálfræðilega þroskasögu einstaklings og einnig þróunarsögu mannkynsins alls. Þar sem manneskjan hefur þróað frá því að vera á sama meðvitundastigi og skriðdýrin. Við höfum séð svona mynd þar sem að fjallað þroskasögu mannkyns, að við byrjum í vatninu og skriðum svo upp á land sem skriðdýr og þroskumst áfram upp og þangað til við erum orðin að uppréttri manneskju. Og svo talar hann það að það farið í gegnum ýmis þroskastig sem hann tekur til og upp í það sem við erum á því þroskastigi sem við erum núna, mannkynið, þar sem að við sjáum mikinn vitsmuna þroska. Fólk er mjög meðvitað sjálft sig og sem er alveg þveröfugt við það sem að var þegar við vorum fyrst að koma upp úr vatninu og upp á jörðina til þess að vera sem sagt jarðardýr. Og við sjáum iðnvæðingar og tæknisamfélag og við sjáum mikla samvinnu milli þjóða. En það er ekki lokastigið að mati Keatings, því að það eru fleiri stig sem að einstaklingurinn hefur möguleika á að ná þó svo að mannkynið sjálft í heild sé ekki komið þangað. Og muni eflaust ekki komast þangað á okkar lifitíma, en mun kannski komast þar með svona einhver tíma. En Keating, hann segir að einstaklingurinn þroskist á svipaðan hátt og mannkynið hefur þróast. Og sæluboðin, þau tala ástand manneskjunnar á hverju þroskastigi hennar og hvert verkefni þess stigs. Þau tala verkefni hvers skeiðs og hvaða þroska hægt er að ná þegar
búið að frelsa einstaklingin undan þeim takmörkunum sem hann haldinn. Og ég ætla nú ekki að tala öll þroskastigin, en ég ætla að taka þau sem eiga við í svona til þess að setja ykkur inn í þennan hugsunargang og það sæluboð sem við höfum að fjalla í dag. Horfum á ungbarnið, þá segir Keating að það samsvari því sem að hinn forsögulega manneskja, eða þegar við vorum á svona þessu skriðdýrsstigi, og þar á sæluboði fátækir í anda, sælir við fátækir í anda við. Á þessu fyrsta meðvitundastigi, þá erum við einungis meðvituð okkar eigin þarfir, líkamlegar þarfir, öryggi okkar, bara það að lifa af. Ef okkur skortir, eða við upplifum okkur skorti þar sem við þurfum til þess, að þá þróast þessi eðlilega þörf okkar fyrir líkamlegar þarfir og öryggi og það að lifa af, þá þróast það í svona einhvers slags taugaveiklun þrá sem mjög erfitt að fullnægja, og sú þrá heftir frekari þroska okkar. Og það verður þannig að við setjum eitthvað í stað þess sem er eðlilegt að við þörfnust og förum að gera það að einhverju sem í huga okkar verður eitthvað sem við verðum að ná, og þá fer allt að snúast að ná því. En Jesús segir, sæl erum við ef við erum fátæk í anda, það er að við setjum traust okkar á Guð frekar en eignir og önnur öryggistákn, að við vitum að treystum á Drottinn, því að Drottinn mun vel fyrir sjá. Hinir fátæku í anda taka aðstæðum sínum af æðruleysi í fullvissu þess að Guð muni vel fyrir sjá. Og þeir vita það að gildi þeirra felst ekki í eignum eða hærri launum eða stærri bíl eða flottari fötum eða einhverju slíku, heldur því að vera elskað Guðs barn, skapað í Guðs mynd. Og verkefni þessa þroskastigs er að geta sleppt, að láta laust og njóta tilverunar þrátt fyrir allt. Svo kemur næsta stig, þessum að barnið, þetta meðvitundastig, það samsvarar því tímabili í þróunarsögu mannsins þegar að maðurinn var svona mitt á milli þess að vera, eða var svona hálft og hálft, maður og dýr, var að þróast upp í það að það voru farnir að myndast litlir hópar, svona ættflokka samfélög, og þarna var margt órætt og óskiljanlegt og maðurinn reiddi sig mjög á yfirnáttúrulega og tilfinningalega skynjun. Nokkuð sem við höfum svona í okkar tæknivædda samfélagi dálítið kannski treystum ekki mikið á í okkar skynjun lengur. En hér er það þráin eftir kærleika, viðurkenningu og virðingu annars vegar, og svo völdum og stjórn hins vegar sem getur farið að stjórna hegðun okkar. Og það er þannig að þegar að það verður til ýkt þrá eftir ást og viðurkenningu, þá snýst öll hegðun okkar að öðlast hana. Við förum að haga okkur þannig að við reynum að þóknast öllum í kringum okkur svo þeir elski okkur. Af því það er okkur nauðsynlegt, við teljum að það sé okkur nauðsynlegt til þess að okkur líði vel. Og við neitum að sleppa því eða þeim sem við teljum sem við elskum og teljum að uppfylla þessa þörf okkar. Og ef við missum eða töpum þessu sem við setjum í það sæti að veita okkur þessa hamingju, ef við töpum því eða missum það, eða hvort sem það er einstaklingur eða hlutur eða vinna eða hvað annað, að þá missum við, þá syrgjum við mjög og upplifum sorgartímabil. Þegar við sættum okkur við missin, að þá upplifum við frelsi frá því sem við vorum háð, og þá upplifum við huggunina. Og þetta er það sem að Jesús er að tala að sælir eru syrgjendur, því þeir munu huggaðir verða. En ef við horfum á það sem liggur að baki hegðunar okkar á þessu stigi, að þá er það þessi ómeðvitaði hugsunarháttur sem byggir á
rökum barnsins, þar sem að unga barni, eða barnið litla, þarf á því að halda að pappa og mamma elski það og sinni því. Það lifir ekki af öðruvísi, en sem fullorðin að þá lifum við af án þess. Þannig að við getum sleppt þörfinni til þess að láta allt snúast að ná þessari elsku. Og þess vegna verkefni þessa þroskaskeiðs það að treysta Guð, að geta sleppt, leyfa sér að upplifa missinn og finna fyrir sorgina og fá huggun. Og svo það sem að Keating talar mikið það sem hann kallar svona tilfinningaleg forrit. Og það þannig að þegar við erum börn, að þá högum við okkur á þann hátt sem við svona sjáum að færir okkur það sem við viljum. Barnið svangt og orgar og mamma kemur og gefur því að drekka. Barnið blautt og orgar og pappi kemur og stiftur bleiu. Það ekki? Eða mamma. Og þannig lærir barnið hegðun sem að gagnast í, það endurtekur hana og það styrkir þessa hegðun. Þannig að þegar við erum síðan orðin fullorðin, þá erum við svolítið föst í þessari hegðun. Ef við erum svöng, þá kannski orgum við, eða látum það í ljós á einhvern annan hátt, við erum kannski pínu búin að breyta, en við látum í ljós það okkur líður ekki vel, við þörfnumst einhvers og við ætlumst til einhver annar uppfyllir þá þörf. Og við erum ekkert meðvitið þetta. Við erum orðin eins og vélmenni, vegna þess að við erum það búið að forrita okkur með því sem að Keating talar sem svona hamingju forrit. Þetta bara orðið ósjálfrátt og við erum orðin eins og vélmenni að við endurtökum einhverja hegðun aftur og aftur í þeirri von að hún mun að lokum færa okkur sömu hamingju og sátt og hún gerði í bernskunni. Þetta algjörlega ómeðvitað og ef við áttum okkur á þessu þá þetta hálf fáránlegt. En svona þetta og Páll talar þetta. Í Rómverjabréfinu þá segir hann: Ég skil ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil, geri ég ekki. Hitt sem ég hata, það geri ég. Hið góða sem ég vil, geri ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það geri ég. Það vegna þess að við erum prógrameruð, forrituð til að gera eitthvað sem við heldum og lærðum í æsku að færði okkur eitthvað sem við höldum að við getum fengið aftur. Og þetta boð Jesús, sælir eru syrgjendur, það talar til þessarar yfirdrifnu þarfar okkar fyrir ást, virðingu og gleði eða það að fá okkar þörfum fullnægt. Og við viljum ekki sleppa tökum á því sem veitir okkur ánægjuna eða lætur okkur finnast við elskuð eða virt. Og ef við sleppum, eða þegar við sleppum, þá upplifum við mikla sorg. Og það sem að við svona höldum í eða erum búin að ákveða innra með okkur og muni færa okkur einhverja ánægju, að við förum að gera það að svona einhvers konar skurðgoðum. Það snýst allt það að ná þessu. Við getum jafnvel, ef við erum í vinnu þar sem við finnum að við erum virt og okkur finnst við vera mikils virði af því að við erum í þessari vinnu og þessari stöð. Við getum jafnvel farið í það farað til þess að missa nú ekki vinnuna, því þá höldum við að við munum missa alla virðingu, það mun enginn vera virðingu fyrir okkur lengur ef við missum þessa vinnu. Þá förum við jafnvel að gera hluti í vinnunni sem að ganga þvert á samvisku okkar, bara til að missa ekki vinnuna. Og þarna þessi yfirdrifna þrá eftir virðingu farin að stjórna því hvernig við hegðum okkur. En þessi forrit, þó þau séu orðin svona inngróin í okkur og ómeðvituð, að það hægt að uppræta þau, þó svo að það sé ekkert sérlega auðvelt.
Og á andlegri vegferð einstaklingsins, eða þegar við göngum þessa andlegu vegferð, að þá brotna þessi hamingjuforrit niður smátt og smátt. Og það ýmsar leiðir, ævafornar leiðir kristinnar guðfræði sem að hafa þarna áhrif, eins og föstur, og þá er gott að hafa öskukross á enninu til að minna sig á það. Og vökur og einfaldari lífstíl, íhugun og bæn, annað slíkt sem að gerir okkur, þau gera okkur ljóst að við erum ekki svona háð þessum líkamlegu þörfum, ekki eins og við héldum, ekki eins og ungbarnið sem að verður að fá þessum líkamlegu þörfur uppfylltar og fá þær bara strax, að við þurfum það ekki lengur. Og þegar við förum að sinna svona kristilegum náungakærleika og þjóna náunganum, þá dregur úr þörf okkar til þess að þurfa alltaf að fá okkar þörfum fullnægt strax. Þannig að smátt og smátt með því að sinna þessari guðrækni, að þá losnum við úr viðjum þessara hamingjuforrita og við öðlumst frelsi frá þeim til þess að ná þeim þroska sem að Guð hefur ætlað okkur og skapa okkur til. Sæluboðin beinast því að innra vexti innra frelsis, en framvindan það hvernig okkur gengur á þessar braut, hún byggist á staðfestu okkar. Og þessi sæluboð, þau eru boð að við tilengum okkur gildin sem Jesús boðaði, að við hlýðum kalli hans og við fylgjum honum. Og ég ætlaði aðeins að segja ykkur frá þessari bænaaðferð sem heitir centering prayer, sem orðlaus íhugun sem við höfum svona verið að iðka svolítið hérna og hérna ein af þessum fornu aðferðum kristninnar. Og smátt og smátt gerist það þegar að við iðkum þá bæn að þessi hamingjuforrit þau brotna niður. Og Keating, hann talar lýsir þessari bæn eða þessari iðkun þessara bænar á myndrænan hátt. Hann talar meðvitunduna sem á og hugsanirnar sem að fara huga okkar sem bátum sem að sigla á ánni og þegar að við mætum til íhugunarinnar þá setjumst við á botnin á ánni. Mér finnst það sjálfri mjög táknrænt að hugsa það vegna þess að ég tók mig einu sinni til og ákvað að taka á og vinna á ákveðnum ótta sem með mér bjó og sem að mér fannst svolítið vera heftandi. Ég hafði mjög mikla innilokunarkennd og maðurinn minn hafði verið kafari margra ára skeið og talaði mikið þennan fagra heim neðan sjávar. Og ég gat ekki með nokkru móti farið og séð þennan heim af því ég gat bara ekki hugsað mér að kafa, setja eitthvað svona fyrir nefið og munnin og bara vera bara í kafi lengi og ég bara gat það ekki. Þannig ég ákvað að horfast í augu við þennan ótta og lærði að kafa. Það tók dálítinn tíma, mikla þolinmæði og þrautseigju, en það tókst og þannig ég sé það núna sem mjög gleðilegt að sitja á botni árinnar. Og þegar við íhugum að þá halda bátarnir, hugsanirnar áfram að fljóta á ánni, en við erum ekkert að sinna þeim. Við sitjum bara á botninum og vitum svona af þeim þarna og leifum þeim bara að fljóta hjá. En svo gerist það, af því að við erum nú svo forvitin sem manneskjur, að öðru hvoru þá kemur bátur sem með kannski ægilega falleg segl eða fallega rönd á kinnungnum eða hvernig svo sem hann eitthvað við hann sem að vekur athygli okkar og áður en við vitum af þá erum við kannski búin að svona grípa í borðstokkin og kíkja inn fyrir og gá hvort ekki eitthvað spennandi borð eða jafnvel bara búin að klifra upp í bátinn og röngum bara við okkur þegar við erum á fljúgandi siglingu niður ána. En það er nefnilega það sem svo
dásanlegt við bænina og íhugunina að við erum ekkert að skamma eða það er ekkert ónýtt þó að það gerist. Við bara annarkoð sleppum eða hoppum aftur útbyrðis og förum niður á botnin og höldum áfram með íhugun. Og við höfum, þegar við mætum til íhugunarinnar, þá höfum við engar væntingar. Við mætum bara Guði því hann kallar okkur til samfundar við sig. Við sitjum og þegjum, opnum hjarta okkar og huga fyrir Guði og hleypum honum inn. Og við höfum þolgæði til þess að halda áfram og mæta til þess að samfundar, jafnvel þó að okkur finnist ekkert verið að gerast. Og það gerist þannig. Ég get alveg sagt ykkur það að dálítilli reynslu af iðkun þessara bænar að maður finnur ekki fyrir miklu gerast svona frá degi til dags. En smátt og smátt að þá breytist hegðun og líðan og við finnum svona upplifum ávextina sem eru gjafir Guðs en ekki eigin ávinningur. Það er ekki þannig að við með því að við séum svo duglega, við séum svo góð eða flott eða eitthvað ávinnum okkur einhverja ávexti. Þessir ávextir eru algjörlega gjafir Guðs. Og smátt þá losnar þessar tilfinningahnúta sem eru innra með okkur þegar að hamingjuforritin brotna niður og við það að þessir hnútar það losnar þá að þá fara þeir út úr kerfinu hjá okkur, systemin okkar og við missum þá og við upplifum sorg við það, jafnvel þá þessi slæmur ávani, allt sem er hluti af okkur, alveg sama hversu slæmt eða gott það er, það fylgir því alltaf einhver sorg að missa það því að við erum þá öðruvísi eftir, en með því að leyfa okkur að bara finna fyrir þeirri sorg og sleppa að þá upplifum við líka huggunina. Í andlega ferðalaginu þá er markmiðið það að fylgja boðum Guðs og dýpka sambandi við Guð. Markmiðið er ekki þroski eða lækning líkama, huga og sálar. Og markmiðið er ekki að öðlast gjafir Guðs. En við öðlumst þetta allt saman og það er svona auka afurð. Og þetta er enn ein þverstæða í lífinu. Að við öðlumst gjafir Guðs þegar við sleppum tökum á því sem við höfum safnað af okkur. Ekki með því að reyna að hrifsa það sem mest til okkar. Og það er þannig að þegar fangið er tómt, þá er rými fyrir þær dýrmætu gjafir sem Guð ætlar okkur. Ef þið eruð á fallegu engi með fullt af blómum og tínið upp öll blómin og fyllið fangið af blómum og svo allt í einu þegar þið eru konum með fullt fangið af blómum og þá sjáu þið eitt sem er langfallegast. Það er ekki lengur pláss. Það er ekki pláss fyrir það. Því ef við ætlum að reyna að taka það upp og þá kremjum við hinn eða missum þau eða eitthvað slíkt. Við öðlumst þegar við hættum að rembast við að eignast. Og Jesús segir í Mattheusar Guðspjalli, safnið yður ekki fjársjóð á jörðu. Safnið heldur fjársjóðum á himni, því að hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Og hjartað, það má ekki fylla það af einhverju veraldlegu og einhverju sem að við höfum gert að skurðgoðum, einhverju sem við teljum að muni færa okkur hamingjuna. Við þurfum að hafa rými í hjartanu fyrir Guð og fyrir kærleika Guðs og fyrir gleðina sem að samfélagi við Guð gefur okkur. En þetta eru þessar þverstæður og það er erfitt að fara inn í ferðalagið og horfa ekki til þess að kannski mun ég öðlast þessar gjafir, kannski mun ég öðlast þroska. Heldur að hvíla bara, leyfa sér að vera bara, leyfa Guði að ráða ferðinni. Þegar við förum í ferðalag,
hvort sem það er andlegt ferðalag eða bara svona þurfum að fara til Reykjavíkur eða ætlum til útlanda eða eitthvað slíkt, að þá fer oft langur tími í að undirbúa ferðina og svo mín reynsla er allavega svo að undirbúningurinn er ekki síður ánægjulegur heldur en ferðalagi sjálft. Að gera ferðaáætlun, lesa okkur til áfangastað ef það er einhver nýr staður og kynna okkur aðstæðurnar. Ég hef allavega þegar ég hef verið að fara undanfæri til suður og þá hef þurft að fara, eða það er svona frekar stuttar ferðir og þá finnst mér mjög mikilvægt að fylgjast með veðurspánni til þess að vita hvaða skó ég á að hafa með mér og hvernig utan yfir föt ég að hafa með, af því ég get ekki haft allar gerðir og skóm með og eitthvað svona. Ég er alltaf að reyna að hafa sem minnstan farangur. Nú, ef við ætlum í ferðalag sem að við reynum á okkur, eins og til dæmis fara í fjallgöngur, þá þurfum við að æfa okkur og við förum ekki bara á stað og hlaupum upp á Hvannadalshnjúk svona bara frá því að hlaupa bara niður í Glerátorg. Ég man eftir einum sem að vinnur með mér sem að var að fara á Hvannadalshnjúk og hann fór nokkra daga bara í röð og upp á súlur, hverjum einasta degi hljóp hann upp á súlur til þess að æfa sig. Þannig að það þarf að æfa sig og það þarf að ef við erum að fara með einhverjum þá verðum við að bera traust til ferðafélagana. Við förum ekki með hverjum sem er, hvert sem er. Við þurfum að treysta þeim sem við förum með. Og við verðum að hafa staðfestu, við verðum að halda okkur við planið. Ef við ætlum að keyra héðan og á Reyðarfjörð og þá förum við kannski ekkert endilega Selfoss. Svona, það er ekki alveg í leiðinni, þó það sé eitthvað spennandi að vera á Selfossi. Og svo þurfum við þolgæði. Við þurfum að geta haldið áfram, jafnvel þó á móti blási. Ef við ætlum á Reyðarfjörð og svo þeir með vegavinnu á leiðinni, þá bara keyrum við hægar og tómumst áfram og látum okkur hafa það og förum samt. En þá það þetta, hvernig undirbúum við okkur svo fyrir hið andlega ferðalag? Undir það að takast á við þverstæður lífsins. Og við vorum svolítið að tala þetta við Inga þegar við vorum að undirbúa okkur og við ætlum kannski að tala meira þá eftir, en við byrjum undirbúningin strax í bernsku. Við byrjum á trúaruppbeldinu vegna þess að einstaklingur sem á trúa góðan og kærleiksríkan Guð á margan hátt miklu betur í stakk búinn til að takast á við erfiðleika og þverstæður lífsins en sá sem á ekki slíka trú. Það þarf að byggja upp staðfestu, þolgæði og skilning á því að erfiðleikar fylgja lífinu, eru bara hluti af lífinu líka. Og ég setti þetta niður þegar ég var að hugsa þetta, þá datt mér í hug það sem að ég hef í mínu starfi dálítið komið að því að gera og það að búa til viðbragðsáætlanir. En það eru áætlanir sem eru gerðar fyrir stofnanir og starfseiningar og þeim ætlað að undirbúa einingarnar eða stofnanirnar undir það að takast á við áföll. Og slíka áætlun gerð til þess að það þurfi ekki þegar á reynir að hugsa fyrir öllu sem gera þarf eða huga að. Þannig þessi búið að setja niður á blað, ok, ef það svona gerist, hvað myndi ég þá gera? Ef eitthvað svona kemur upp, hverja geti þá þurft að ringja í eða hafa samband við og þá ég bara með símanúmerinn. Þá þarf ég ekki að fletta upp og leita á já.is og svo kannski rafmagnslaust og ég kemst ekki í tölvuna eða eitthvað slíkt. Þannig að það reynt að horfa fram á við og svona gera ráð fyrir því sem getur gerst. Og í raun þá höfum við öll svona áætlun. Við erum alls ekki meðvituð það. En ef við ætlum í ferðalag, ef við erum að fara til útlanda, hvað gerum við? Við tökum með okkur vegabréfið. Við tökum á því við séum með evrópska heilsugæslukortið okkar eða hvað það heitir sem við getum, ef við lendum nú í slysi og við höfum með SOS-kortið frá kortafyrirtækin okkar sem setur símanúmerið ef við tínum kreditkortin okkar. Við höfum með okkur kannski landabréf yfir hvert við erum að fara, nafnið á hótelinu okkar og eitthvað slíkt. Við erum með viðbragðsáætlun.
ef eitthvað kemur upp á og þá vitum við hvað við ætlum að gera. En svona almennt í lífinu. Hvert snúum við okkur þegar kreppir að? Hvaða símanúmer standa á viðbragðsáætluninni okkar? Snúum við okkur til Guðs, til fjölskyldunar, eða höllum við okkur á flöskunni? Hvernig erum við vön að bregðast við erfiðleikum? Öll hefum við gengið í gegnum einhverja erfiðleika, eitthvað sem okkur finnst erfiðar en annað í lífinu. Jafnvel þó við séum svo heppin að telja við höfum aldrei lent í neinum áföllum eða neinu stórvægilegu. Erum við vön að bregðast við erfiðum aðstæðum með bæn, eða með reiði, eða með afneitun? Horfum við yfirleitt jákvætt eða neikvætt á hlutina og aðstæður okkar? Og í því samhengi datt mér í hug sagan í 1. Mósebók. Þar sem að örkin hefur stoppast á fjallinu og Guð segir við Nóa og syni hans sem með honum voru: Ég stofna nú til sáttmála við ykkur og niðja ykkar og ég stofna til sáttmála við ykkur. Aldrei framar skal allt hold tortímast í vatnsflóði. Aldrei framar mun flóð koma og eyða jörðina. Og Guð sagði: Þetta er tákn sáttmálans fyrir allar ókomnar aldir. Boga minn hef ég sett í skýin. Hann skal vera tákn sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Þegar ég færi skýi yfir jörðina og boginn sést í skýjunum, mun ég minnast sáttmálans milli mín og ykkar og allra lifandi skepna, og það mun aldrei verða flóð aftur. Munum við það þegar við horfum í augun á erfiðleikum að það er regnbogi sem að lofa okkur því að stormar lífsins standi ekki endalaust?